Góðan daginn og velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík, þáttinn þar sem við tölum alvöru málefni við alvöru fólk. Í dag kvenréttindadagurinn á Íslandi og í dag eru 105 ár síðan íslenskar konur fengu kosningarétt. Og hjá mér í dag af því tilefni ung listakona sem heitir Melanie Ubaldo og hún ættuð frá Filippseyjum en hefur búið hérna frá unga aldri og hefur stundað hér nám og það búin að vera listasýning, sýning á einu verki eftir hana í Borgarbókasafninu í Grófinni og þetta hluti af stærra verkefni sem við ætlum að spjalla við hana aðeins í dag. Verkið hennar kallast What are you doing in Iceland with your face? Melanie, velkomin og vil endilega heyra aðeins meira þetta verk og þú segir kannski frá sjálfur í leiðinni. Ég veit að þetta svona þú segir frá sjálfur í raun og veru og þinni reynslu í gegnum þessi verk, þannig að kannski byrjar að segja mér aðeins frá þessu verki sem búið að vera í sýningu í Grófinni og svo kannski leiður okkur í gegnum hinn verkið. Já, hæ. Hæ. Já, þetta verk sem sagt eitthvað sem ég gerði fyrir nokkrum árum og þetta með þriðja starfinn þar sem ég að sýna þetta verk núna. Og þetta sem sagt í tengslum við verkefnið þar sem bókasafninu, Borgarbókasafnið sjálfur með og sem heitir sem sagt Inclusive Public Spaces. Þannig þar sem þau fengum sem sagt svona mismunandi myndlistarmönnum og rithöfundar, aktivistar og bara fólk sem sem sagt á menningarsenunni í Reykjavík að fjalla sem sagt svona inclusivity og sem sagt diversity og bara belonging í tengslum við menningar og listarsenunni sem sagt í landinu eða Reykjavík almennt. Og verkið sjálfur fyrir þau sem þekki verkin minn, þegar ég sem sagt búin að vera að sýna, búin að vera mjög heppin sem sagt að búin að vera partur af svona alls konar, mismunandi samsýningum undanfarnum árum, bara strax eftir útskrift. Þannig að það sem sagt, ég alltaf að vinna með svona risastórar málverkum og þau sem sagt svona samansaumað svona streigabökum, svona handsaumað og það alltaf í þessum svona risastórum málverkum sem sagt texta og það alltaf mjög sjálfsævisögulegt og það sem sagt texta sem ég búin að vera að safna gegnum tíðina og sem snýr sem sagt svona, þetta sem sagt bein tilvísun strax frá þessu fólki og bara alls konar svona ófræði sem maður lendir í og bara eitthvað mjög stúpid sem maður lendir í og sem hefur strax bara svona bein áhrif á manni og það bara halda í þér sérstaklega og það hefur alltaf verið með svona jákvætt fyrir mig að nýta sem sagt í myndlistinni og þannig að vinna úr þessu, í gegnum listina. Þetta texti What are you doing in Iceland with your face? Það var einhver og menn ég var að ferðast einhvers staðar í Evrópu að gista í þessu hósteli og það var bara það var hvítur maður spurði mig bara hvað ertu eiginlega að gera á Íslandi with your face? Það var eitthvað weird við það að bara líta eins brúnt og ég og vera Íslendingur. Já, akkurat. Þetta er svolítið maður sér þegar maður rennir í gegnum, kannski fyrir í gegnum heitin á verkunum þínum á eftir. En þetta er svolítið endurspeglar það sem við erum búin að vera að hlusta á undanfarna daga því nú rosalega mikið af
einmitt konum að blönduðum uppruna og þeim sem og líka börn innflytjenda og þeim sem eru ættleidd til landsins og mjög mikið af konum einmitt sem eru með asískan uppruna eða hálfasískan uppruna eru búin að tala til dæmis þetta atvik í kringum Pétur Jóhann, þar sem hann þarna að gera grín af asískri konu í mjög ömurlegum aðstæðum og þetta náttúrulega svona skarast þarna bæði rasismi og kvenfyrirlitning. Já. Sem kannski hefur svona síður verið dregið fram en þetta náttúrulega bara kvenfyrirlitning líka. En já, en það einmitt nöfnin á þessum verkefnum, þetta svona, þetta sem sagt við, þetta svona kallað öráreiti en náttúrulega bara mjög mikið áreiti því þetta hefur djúp áhrif á einstaklingana. Viltu kannski segja okkur aðeins frá einmitt nöfnunum á þessum verkum og ég set link á verkin þín eða á heimasíðuna þína þar sem að fólk getur kynnt sér verkin. En kannski segja okkur aðeins eins og það til dæmis, ef ég bara nefni dæmi, það þessi talar íslensku, einhver Íslendingur að vinna hér? You look Indian, so you get Indian prize. What are you doing in Iceland with your face? Sem var verkið sem var á Borgarbókasafninu. Svo þarna litla sæta asíska stelpan. Og she's more Asian than me. Og getur aðeins kannski sagt mér frá þessum. Já, það alltaf gaman að reykja í svo ferðlega poni. En já, allt þetta ævintýri sem sagt byrjaði þegar ég var bara í fyrsta ári í FHÍ fyrir nokkrum árum og þá var einmitt svona, ég átti svona, ég á sem sagt asíska vinkonu sem sem sagt, hún var sem sagt svona skiptinemi, svona bara kínversk en samt fæddist og uppalinn í Frakklandi. Þannig það var sem sagt, já. Það sem sagt næst allan tíman þegar ég var í skólanum, ég var bara svo eina svona POC í skólanum, það eina sem ég man síðan og þá mér bara góð tilbreyting bara, já, það önnur asíska stelpa núna í skólanum, geggjað, eignast nýja vin og eitthvað þannig. Og þá var hann bara að spjalla bara í mötuneyti skólans og ég var bara að lappa fram og svo bara, þá var hún sem sagt að lýsa mér við þessu gellu sem hún var sem sagt að spjalla við, bara já, þarna hún Melanie og she's more Asian than me og það var bara algjör svona light bulb moment sko að ég bara og ég var sem sagt líka að vinna þá fyrir svona loka verkefni á fyrsta árinu og ég var sem sagt, byrjaði sem sagt að sauma saman þessu málverk og svo þetta var með þessu fyrsta skipti sem ég setti texta á verkinu og þetta hefur sem sagt þróað þannig alltaf með þessu textum sem var sem sagt sem fólk sagði við mig, sem alveg svona áreiti bara. Og til dæmis það eitt verk þar sem heitir sem sagt litla sæta asíska stelpan. Og þetta var sem sagt enga sýningin minn þegar ég var ennþá í skólanum líka sem var samanstendur af 3 risastórum málverkum og með texta frá mismunandi tímapunkti í lífi mitt. Og það var einmitt eitt verk í þessu sýning þar sem stóð grjón. Það var þar sem ég var kallað í grunnskóla og seinna með litla sæta asíska stelpan hvað stelpurnar í myndaskóla bara að kalla mig. Þótt að ég átti nafn og ég á nafn. Ég var bara þessi litla sæta asíska stelpan þarna. Og sen önnur verk þar var líka með textu sem bara enda á seinni ævinni þar sem það var bara manni hvað stóð það var svona you look oriental, I'm guessing Thai þetta orð sem sagt sem algjör svona very sæsa sem sagt asískar konur almennt þessi orientalism sem alveg í gangi og enda og bara mjög svona tímapunkti í lífið mitt og bara alls konar svona áriði. Já. Birta síðan í gegnum myndlistu minni. Já. Og þetta
Já, eins og ég segi, þetta eru svona þrástef, þessi, sérstaklega þetta með, íslenskuna, nú erum við búin að vera að tala í þessum þætti við mikið af bæði innflytjendum og líka bara Íslendingum af blönduðum uppruna sem líta ekki út fyrir að vera Íslendingar, þú veist, að mati þeirra sem ég tala við. Þetta er svona viss jaðarsetning, fólk sagt til dæmis, þú veist, að þú læri tungumálið þá kemst inn í samfélagið og svoleiðis, sko. Þau eru flest sammála að það, sko, samfélagið leyfir þeim ekki alveg að tilheyra samt, þó að þau læri tungumálið. Já. Já, ég einmitt búin að vera að fylgjast með þessu umræðu líka og sérstaklega þetta með svona að fólk Íslendingar almennt talar fyrst við á ensku og helst þótt að þú svara á íslensku, þau halda samt ennþá þessa fræði með að tala við þig á ensku. Ég alltaf að fæla enda þessu, ég er afgreiðslu starfi og bara, núna ég komin í þann svona, komin í, bara alveg svona pirringur núna í gangi. Að maður vil actually bara gera þetta meira svona óþægilegt fyrir fólk núna í staðinn fyrir nei, allt góð, maður lendir í það en bara, það bara við, þetta ekki, það ekkert normal veður. Nei. Já. Þegar ég var eitt af þessum verkum þarna, það stóð einhver Íslendingur að vinna hér. Og samtalið var með þannig að ég var að vinna á veitingastæðurinn og bara, fólk lappar inn afgreiðslu og bara spyr strax bara, einhver Íslendingur að vinna hér? Og þá sagði bara ég til dæmis og bara, þá endaði það samtalið þar, sko, fólk voru bara, úps. Já, akkurat. Og þetta virðist ekkert lagast. Ég var að lesa viðtal við eina sem að var yfirmaður og hún lenti í að það var talað við undirmanneskjuna hennar og hún var beðin yfirmannin en svo vildi viðkomandi ekki viðurkenna að þessi manneskja, brúna manneskja væri yfirmaður hinnar, þannig að þetta svona, virðist verið einhver svona þráhyggja í mörgum en og það skiptir kannski ekkert endilega máli hvað þú ert, hvað þú stendur þig vel eða hvað þú gerir vel, það einhvern veginn alltaf þessi jaðarsetning sem er bara mjög sorglegt og mjög ömurlegt að þurfa einhvern veginn alltaf, þú ertu líka með sko þarna, það eitt sem heitir You have very big ambitions, don't you? Já. Er þetta ekki svolítið? Þetta var sagt mig á meðan ég var ennþá í skóla, þegar maður færi svona viðtölum með svona fólk sem, vinnandi listamönnum af og til sem kemur í viðtal og bara þegar bara spjalla og þetta var einmitt svona vel settur svona sænskur listamaður sem sagði þetta við mig. I have a big ambitions, það var eitthvað cute við það. Já, einmitt. Já, þetta virðist líka vera, þetta náttúrulega ekkert einangrað íslenskt vandamál, þetta bara svolítið. Nei, einmitt. Já. Maður heyrir þetta frá fólki víðar, sérstaklega í náttúrulega svona minni samfélögum sem eru mjög svona homogeneous hafa þetta lengi. En mér langar líka þess að forvindast að því nú ertu búin að vera, þú ertu náttúrulega lærður listamaður og þú útskrifuð með BA í hverju list? Í myndlist, í FHÍ. Myndlist, já, einmitt. Og og ég svona aðeins forvindast, þú ert búin að ferðast heiminn líka með verkin þín. Já. Og hvernig finnst þér svona einmitt að koma sem íslenskur listamaður í önnur lönd? Er munur á að sýna á Íslandi og sýna annars staðar eða er þetta svona, hvernig er þín upplifun? Já, ég meina í reyndar með þessum sýningum sem ég búin að vera að taka þátt í erlendis, hefur alltaf verið í tengslum við önnur svona íslenskum samsýningum, sko. Þannig maður ennþá að vinna í þessu íslensk samhengi, íslensk listasenninni og dreifa erlendis. En já, eins og hefur alltaf verið þannig, alltaf í mínum eigin svona reynslu,
mér leið alltaf einmitt allavega verk alltaf sem sagt vel tekið á móti, bara allir bara, já, það mjög svona, það frekar easy að digesta þessum verkum, sko. Já, ég einmitt ég alltaf að lýsa verkið mitt sem einhvers konar svona minn eigin svona persónuleg svona risaskilti, svona risastór billboard sign. Það sem maður einmitt að auglýsa þessu reynslu fyrir almenningur. Mér leið einmitt eins og ég svona í flestum svona 80%, 90% af þessum tilvikum ég bara svo eina sem sagt personal color í þessum sýningum. Og að segja mér leið líka, ég ekki að skjóta í neinum, sko, en kannski það bara algengt vandamál með listaseninni almennt og það erlendis að heima, sérstaklega heima kannski, að maður lendir einmitt að vera svo eina sem svona POC í þessu sýningum og þá eftir einmitt bara og það bara svo eina leiðin fyrir þig að taka þátt í þessum sýningum, veitum við. Ef ég var að gera bara almennt málverkum án þessum einu textum, ég veit ekki að það væri sama effekt, eða hvort ég væri með sama einmitt svona, ég veit ekki. Það erfitt að segja þetta, því ég líka bara up and coming listakona á landinu. Maður vill ekki skjóta strax í neinum án þess að maður komin á ákveðinn stað. Nei, ég trúi því. En þú ert líka með eitthvað í bígerð, eða ekki? Það stendur til að sýna verkinu. Þú ert með einhverjar sýningar. Jú, það sem sagt, út af COVID, það nokkrar sýningar sem sem sagt aflýst þangað til á næsta ári. En það já, maður bara að reyna að vera dúlega bara í stúdíu og vinna fyrir næsta verki. Já. Og flestar samsýningar og sen, já, enga sýningar á næsta ári og allt það. Já, þannig að það já, við kannski einmitt póstum linkum ef að ef þú ert með eitthvað. Já. Já. En mér langaði líka bara aðeins að koma aftur að svona, einmitt, að því að núna kvenréttindadagurinn í dag og íslenskar konur að fagna sínum kosningarétti. Hvernig finnst þér svona umhverfið í svona eins og femínískri hreyfingu á Íslandi? Finnst þér þú eiga rými þar inni? Já. Já, það alltaf að en við veitum að það allt annað við almennt svona feminista hreyfingar, það svo mainstream, það sem kallað feminista hreyfingar bara sem sagt bara catered for svona já, hvítar konur, það allt annað dæmi, það allt annað upplifun sem sagt og það fólk sem sagt, já, sérstaklega svona women of color, það alltaf að vera sem sagt það alltaf nokkur skrefi viðbót til að vera actually bara í sama stað og hvítar konur til dæmis. Þannig, en já, við erum að vinna í þessu. Já, einmitt. Já, og við bara hjálpum stað með það. Já. En já, ég ætla kannski bara förum að binda enda þetta samtali í þetta skiptið. Já. En við fáum að fylgjast með þér samt, þú kannski fá þig aftur. Þegar já, með næsta viðburð. Við ætlum að hafa fleiri gestir nefnilega en því miður og Sanna forfallast. Og hún ætlaði að vera með okkur en hún því miður bara lasin og gat ekki verið með okkur í dag. En mér bara langar að þakka þér innilega fyrir komuna, Melanie, og það gaman að fylgjast með þér í framtíðinni. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir að koma á sýningunni áðan. Ég gleymdi að segja frá því, ég var viðstödd þegar verkið var tekið niður á það. Ok.
Af því ég var aðeins svo sein, hérna, það var opnað síðasta föstudagur, ekki? Já, einmitt. Já, akkurat. Hvernig var opnunin, svona by the way, svo við getum tekið smá? Já, það var bara fín sko, velmætt allt það, þótt að þetta sem sagt bara svona skrítin að vera með svona listasýning inn í bókasafninu. En það var bara næs og ég er alltaf að kreifa svona háaloft fyrir mínu verki, þannig það er svo. Já, þegar fyrir þá sem að, stóðu þetta ekki, eins og ég segi, ég set linkana á þar sem fólk getur nálgast myndirnar af verkunum, en þetta er alveg risastórt, þetta er alveg bara, þetta var inngangspunktur. 6 metra hátt sko, ég er með alveg frá lofti og rannir á gólfi og hún tók alveg bara á aðal svæði þarna á bókasafninu. Já. Með það, bara taking space. Mitt, bara. Það sko. Já, það er alveg ætlunarverkið og það er gott markmið. Við styðjum það. En bara takk innilega fyrir spjallið, Melanie. Takk sem að leiðis. Aftur. Takk. Bye. Bye.